Hann ennþá að segja halló, hann þjóðurinn. Það einhver þjóðveri hérna sem bara endrast að segja halló, halló. Kotti, djöfull þetta fallið með það. Sér dróðið á þessu. Hvað í gangi? Push draw. Og Kotti. Hvað vinur minn? Já, Gúnder. Hann þjóðverinn, hann mættur aftur. Verið velkomin í nýtt vídeo frá Sör spilar golf. Staddur á Hlíðavelli í þetta sinn. Mosfellsbær, spilum 18 holur hér. Let's go. Völlurinn snúinn, þannig að við byrjum á 10. Það bara par 4 niður í móti og þessir huguðu taka náttúrulega bara yfir skurðinn og veist hvort það sé 250 í pinna eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki, eitthvað aðeins meira, jafnvel, og reyna við. Ég ætla ekki að gera það í dag, ég náttúrulega ekki búinn að taka 1 golfhögg í dag, þannig að ég tek bara 6 í horni og ætla að plassera hann bara hérna á miðri braut. Fyrsta högg dagsins. Þessi virkar, það var helviti groundsy maður. Það var svona, sem við bara pönsaði hann eitthvað. Virkar, en klárlega fyrsta högg dagsins. Ég ætla ekki að segja að ég skammist mjög beint, en þetta var alveg ótrúlega stutt. Held ég er ekki búinn að tjekka það, en þú veist, ég á 133 eftir á þessari stuttubraut og ég tek bara 9. Það er reyndar niður í móti, þannig að þetta verður bara svona létt þægileg 9. Pinnin er í miðjunni. Þannig að við miðum bara á mitt green. Jep, þessi ætti að lenda á greeni. Like it. Herði, þetta var náttúrulega alveg pathetic. 2 pathetic högg í röð. Ég er ógeðslega langt frá pinna. En svona þetta, þú veist, ég bara á þeim aldrei. Ég þarf bara fucking klukkutíma upphitun, skiljur. Ég veit ekki hvort það fleiri tengi. Sumir geta bara mætt á tegin. Ekki ég. Herru, þá þurfum við að treysta á hennan púter. Ég gleymdi bara að pæla í, hversu fast ég ætla að gera. Það að bjarga þessu pari. Hann örugglega tósast aðeins til hægri. Sýnst mér. Miða aðeins vinstri megin. Það var meira en ég hélt, maður. Byrjum á ógeðslegum skolla, 3-búta skolli. Ég voru að segja fallið farar heill. Ég veit það ekki. Hann ennþá að segja halló, hann þjóðurinn. Það er einhver þjóðveri hérna sem bara endrast að segja halló, halló. Ég held að segja þjóðveri, Herru, þá var það 11. braut, par 4, hvað sagði ég, 340 eitthvað. Hvað svoleiðis. Þetta fyrst mér leiðilegasta og erfiðasta hólan á vellinum. Strax hérna sem hóla 2. Það var ógeðslega mjó, frekar löng og ég er ekki búinn að taka 2 högg í dag, basically. Þannig ég tek 2 hérna. Og ég ætla að spila þetta bara sem skollahólu, bókihólu. Hvað er þetta? Djöfull er ég að eyðileggja völlinn, maður. Jesus. Aftur svona groundsy. Ég þarf eitthvað að kikka mér í gang, áttu þið Snickers fyrir mig, enn 1 duff að höggi, þannig að ég á 198 í pinna og ég tek mini-trefurinn á þetta. Ég sagði, eina sem ég þarf ekki að halda er þessi giant boulder beint fyrir fram mig. Þannig að það er smá ádættri, og passaði, ef hann Rikka segir hann, reynda beint í mig, og ég er með lægsta fláan sem ég gæti valið mér. Mini-driva. Herðu. Við látum bara reyna á þetta. Já, alveg rétt. Sorry. Ég ætla bara að miða svona aðeins hægra megin og ef hann kemur í smá drag þá er það gett. Heyrður eitthvað það? Oh shit! Hann fór í boulderinn, maður. Þetta var hættulegt. Ég í sjokki með það. Ég heyrði ekkert hvað hann lendi,
Hörru, við verðum bara að endurtaka þetta högg. Ég að pæli í svona bara for the interest of our own well-being að taka það frekar hérna einhvers staðar. Jesus Christ. Herru, þetta content beta. Það rosalegt. Æi, hann fer hann alveg upp í vinstra megin. Ok, þetta fucking vandræði að hola maður. Told ya! Bloody told ya! Hann bara tuffar og tekur haglaði sko. Það hann að gera mann. Ég í sjokki sko. Yfir að hafa týnt boltanum? Nei, vá já, I could have been dead. Þetta var pinhæ. Algjör heppni að ég hafi bara endað hér. Ég held ég var hérna upp í draslinu, en ok. Reynum að við bóni, það eins og getur rettað þessari hólu, sko. Ekki langt frá því. Ja, aðeins svo fastur. En þetta þá í rauninni sjötta höggið mitt. Þetta var sjötta höggið mitt út af því ég drap okkur næstu hérna. Ég held þessi þá sjötta. Ég ekkert mikið að reikna svona alltaf on the go, sko. En heyrðu, hann reynir að tósa til vinstri. Ég er að gleyma bara, get ég bara aðeins fókusað, sko. Ég skrifi þetta á að ég sé ennþá í sjokki, bara. Heyrðu, 12. brautin 479 metra par 5. Hún dogleg hægri og, sko, ef ég tek dræfirina, að þá náttúrulega allt kjaftaði hægra megin í leik og náttúrulega út af vinstra megin. Og ef ég næði góða höggið þá fer ég í fokkin hérna holt á hæðir hérna á miðri braut. Þannig að þá veit ég hvað ég ætla að fara að segja. Ég verð bara að taka tvöðni. Ég neyddur til að taka. En ég var alveg til að taka samt almennilegt högg. Það væri yndislegt. Jæja, kom svo, nú ég búinn að hitta upp með alveg heilum 3-4 höggum. Með hitnaði hann í hamsa hérna þegar ég skaut í boulderinn. Giant boulder. Á! Sigursteinn mættur. Fullkomið 2 járn. Hvað vinur minn? Já, Gúndar. Hann þjóðverinn, hann mættur aftur. Það 2 járn skilaði með hingað. Ég ætla ekki að segja einhvern það. En ég akkur beint fyrir fram steina núna og ég að fara að taka míndræfun aftur. Það flashback hérna, djók. Þetta nú ekkert mál, ég ætla að taka smá feit bara á hann. Reyndar fullt af steinum hérna og kúk. Ég ætla að fara bara yfir böggarinn og ef hann feitast aðeins þá er það bara fínt. Hann má bara ekki dökk kúka. Fuck. Já, feita. Let's go. Algjörlega fullkomið. Jesús Kristur, hvernig þetta hægt? Alveg á 3 metra vinstra með hvíta hælir hérna. Það var alveg. Ég einn að vera svona bara, þetta fullkomið eitthvað svona? Ég svona... Hér ég að verða vitni að sögulegum atburði. Þetta hef ég aldrei séð áður gert. En Elisabeth fór í bönkar og hún ætlar að taka 2 högg í víti og geta stillt boltanum upp úr bönkar. Þetta, svona getum við nýtt okkur reglurnar, krakkar. Bara ekki fara aftur í bönkar. Ekki döffar í bönkar. Já! Þessi strategía margborgaði sig. Jæja, hörðu, ég á 91 metr eftir í pinna. Pinnin á bara góða stað. Sko, skvísa 54 gráðum hana. Ég náttúrulega eins og þið vitið, það ég svo shaky. Þannig ég ætla að taka bara gapets, skilji, sem skilur 130 metra kila. Og tökum bara létt á því. Og sjá hvort við getum klínt. Ég tók aðeins svo létt á þinn, ok? Tók stutt aftursveiflu. Ég held að það sé bara fínt, sko. Þannig að við náðum gríninu.
þrátt fyrir það. Frábært tvíbút, betta. Shit, hvað það var vel gert. Gott að fá 8 á þessari. Já. Mjög gott. Byrju, ég að búið að vera birdie ef ég legg þetta rétt hjá hann. Þetta pínu niðri móti, pínu, en það mikill sandur. Það eru nýbúin að sanda þetta. Bara ég held að ég hef gert það bara áðan, sko. Ég þarf að drífa. Ok, fókusa í þessu pútu, svona, og rólega aftur. Ég neldi í hann, sko. Ok, ég að púta eins og bafjani. Ég búinn að púta svo vel, sko, hingað til. Þetta var fáránlegt. Jesus Christ. Svona eru bara dagarnir, maður. Þá púta ég upp og hann að reyna að svindla sér hægri, hérna. En þetta verður svo mikil ferð á þessu. Ég ætla bara að fara beint á cirka. Yes! Bjargaði pari. No harm done. Næsta hóla er hóla 13. Hún er par 5, 445 metrar. Þetta er svona hóla sem maður verður eiginlega að fá fugl á, sko. Maður reynir að með aðeins hægra meginina og láta hann bara leka yfir þessa hæð, þannig að hann rúlli niður. Þá ætti leikurinn að vera auðveldur, eftir leikurinn að vera auðveldur. Mér finnst alltaf lúrikrus að sjá svona 2 par 5-ur í röð, eins og á korpunni líka. En það er skemmtilegt. Hinn var erfið, fekk par og þessi voru auðveld og fæði fucking skolla. Classic. Já, ég ætla að miða bara í hægri partinn á þessum trjám þarna. Fyrsta drive dagsins. Búinn að vera blokkar svolítið hægri undanfarið, sem er mjög óvanalegt. Það er svona 90s siggi, sko. Það er vintage siggi, ok. Ég ætla að reyna að ná þessu drói aftur hérna. Það er ekki ekki. Herru, getur þið fært bílinn aðeins aftar? Þú veist, ég er nánast að miða á hann, bara bakkaði bara. Algjörlega frábært. Kemur í dróið, akkurat réttur stað. Djöfull er ég glaður. Fyrsta drive dagsins, hefnaðist 100%. Það er svakalega glaður með þetta drive, maður. Slaka til að sjá hvað það er langt. Ekki það, ég get alveg að fara í símann minn og tjekka því. 163 í pinna, ég ætla að taka 6 í hann og hann er alveg fremst, þannig ég má alveg vera, þú veist, aðeins langur. En sem þessi 6 ætti að vera, sko, en nú veit ég ekkert hvað það var að gerast. Svona eitthvað. Ok. Spynnu upp. Kottu, djöfull er þetta fallegt með það. Sérðu dróið á þessu? Oh my goodness, sestu bara. Oh fucking. Tvö fullkomið, þetta var svona hermahögg, sko. 2 hermahögg. Djöfull er ég glaður, maður. Herru, ágúst, það er alltaf verið minn mánuður í golfinu. Þetta verður one hell of a putt. Þetta er eagle putt. First earn of the summer, beta. Það verður rosalegt. Frábært. Glæsileg síða. Það er einhverja punkt að vera það. Oh my god, ja. Það eru litla Arnar púti. Ok, ég þarf að koma hann upp á brekkunum bara hérna. Það er hjúts brekka og svo kemur hann aðeins hérna niður til vinstri. En ekkert svakalega mikið. En þetta er ógeðslega erfitt pút. Ef ég næði tvíbúta þetta, þá var ég svaka glaður. Þetta er ekki nógu mikið. Og hvað er svo? Það var allt í lagi pace, en já, það hefnast ekki alveg. First earn of the summer, ekki veruleiki. Við þurfum að ná þessum fugli hins vegar, það er challenge. Það þarf á þessum fugli að halda. Ég er að taka í hægri kant á hólunni, ef eitthvað.
fór í eitthvað dótið þetta hann var í, sko. Við þurfum að replaya þetta. Jöfusins motherfucking par. Þríbút. 14. hóla par 4. Hún 306 metrar. Hún svona smack in the middle hérna. Það delicate drive sem maður þarf að taka hérna. Já, maður má bara ekkert vera að sveigja hvorki vinstri til neð til hægri. Það pínu trikki. Ég held hún sé yfirleitt mjög oft í mótvindi hérna, sko. Lítill vindlur í dag, þannig að við látum bara vaða. Fór ég beint til hægri og hann feitaði meira til hægri. Æðislegt. Nei, og skoppaði svo 90 gráður inn á næstu í. Djöfull var þetta langt labb, maður. Ég svona 5 metra frá, sko, brautin hérna hinum megin. Helvítis. Ekki gott fyrir pace of play. Hann fannst. Alveg í jærinu minna, 157 metrar. Ég ætla að dreifa mig, mótvindur. Ég ætla að negla bara 6 eitthvað áleiðis. Það vera bara vinstra með hérna, steinar og vesenina. Shit, ég að fara í steina? Já, ég þarf eiginlega að feita hann hérna út á þessum steinum. Ég þarf að koma hér, ég get ekki komið hér. Ætti ég að taka 5-una þá? Já, ég tek eiginlega 5-una bara. Tek 5-una. Aðeins lengra járn og þá má ég feita hann eins og ég vil. Hér. Með vel til vinstri. Held að sé bara allt í lagi, sko. Þegar ég segi allt í lagi þá var ég að meina sturlaður. Jesús Kristur. Það var ekki feit, ég bara svona snittan langa. With the 5. Djöfis snillt. Herri, já, þetta fyrir fugli. Ólíklega fugl eftir upphaldsrækið. En ok. Name of the game bara að drífa hérna. Og í mig. Yes! Lilla púttu! 15. hóla par 3, 166. Það meðundur. Þannig ég ætla bara að taka á pinninu aftast, taka 7-una. Ef ég á ekki gott högg, þá bara mögulega næran grinn, en við erum með nógu góð höggi svo áðan. Við erum svolítið pínu hægra með inn og þeir ná að draga hann inn. Það var ekki gott. Ég helst bara hægra megin. Kom ekkert drag í hann. Sestu bara. Það bunker. Fuck off. Jæja. Jesus. Alvöru bunker hérna, maður. Fucking hell, það eitthvað steinn hérna. Það má fjarlæga steina. Hörru, við reynum okkar besta hérna. Mjúkur sandur. Hægt og hratt. Ég held ég sé bara rosalega glaður með þetta. Rosalega glaður. Hefur verið tendens að ég er að taka of lítið sand og skalla niður og eitthvað svona. En ég er nýbúinn að fatta það að taka bara meiri sand heldur en ég held, sko. Og það er að reynast ágætlega. Já! Geggja! Þetta er þá fyrir pari. Þetta er þessi svaka hryggur sem ég er farið niður. Hann fer aðeins inn til vinstri, sko, í lokin. Í lokin, hann síðast svona 2 metrunum. Þannig að ég ætla að fara bara sirka svona. Þetta var mikið. Komdu tilbaka! Þetta var fínt bút. Góður skolli hér. 16. hóla 271, par 4, stutt par 4.
Þannig að en það er vesen alls þar, hægra megin, vinstra megin, bönkarar og miðri, þannig að ég ætla að taka bara 6 í og plassera honum fyrir fram bönkarana. Vonandi heppnast það. Það er sirka svona. Ætti að vera lagið, ekki? Jú. Perfekt. Hvað á ég að gera það? Á ég að taka blastaðan pitching wedge eða ógeðslega rólega 9? Tek rólega 9. 124 í. Akkurat á milli pitching wedge og 9. Ég ætla að taka rólega 9. Feita það 9 jafnvel. Smá feit í þessari 9, koma svo. Ég skallaði hann maður. Sestu niður. Sestu. Já. Þetta var eiginlega best case scenario með hvað ég skallaði hann illa. Ha! Það er bara á gríni. Meistarahefni. Það er aftur hérna fuglahút. Ég ætla að byrja aðeins vinstra megin hérna. Mér sýnist hann reyna að svindla sér til hægri. Sestu! Það var svolítið ánægð með þetta bút bara. I'll tap. Gott par. Þá erum við á 17. teig. Þá erum við hérna rétt hjá þriðju holunni á sjónum, korpunni. My home course. Þetta kalla grafa alltaf my home course, en ok. 17. á Hlíðavelli, hún er par 4, bara rétt yfir 300 metra, en hún er mjög þröng. Þannig að ég er að taka bara 2, það er nóg fyrir mig. Ef ég næ sæmilega höggið þá var ég bara glaður. Sjáum hvað gerist. Nei, ég fór aftur í jörðina. Þetta verður langt næsta högg. Hann er á braut. Djöfull var það létt högg maður, ha? You win some, you lose some. Þannig að þetta var döffa 2 járn, þannig að ég sé ekki alveg, ég held ég sé kannski svona 175 eftir í pinna og greiði náttúrulega dökka þarna hægra megin í hvarfi. Smá uppmáti. 4 járn, let's go. Ég ætla að reyna yfir en miða sirka það sem fólk er að labba í burtu, þú veist. Og það feitar aðeins inn, þá er það geggja. Þetta er ómikið það, Harry. Gæti verið lagi. Sennum þetta. Hægra með við. Hljótum að finna hann. Mikil sandur maður. Já, þetta var alveg framar vonum að hann enda á gríni. Þetta hattar allt hérna niður til vinstri. Þannig að við ætlum bara að, og smá niður í móti. Konum hérna frá hægri til vinstri. Góttu núna. Aðeins meira. Já. I liked it. Þetta var bara ásættanlegt. Þetta var nú gott par á þessari erfiðu hólu. Á mínum mati. Jæja, 18. hólan er par 3. Ég mæli 120 í pinna. Þetta er falleg lokahóla en þetta er okkar 9. hóla í dag. Hvað er þetta? Ha? Ok, hvað á ég að gera í þessu? Herra, já, þetta var rosalegt. Rettum þessu.
Bara láta hann skoppa þarna eitthvað upp að miða hægra megin. Og svo skoppa. Fínt. Ríkalegu hola, já. Reynum að bjarga þessu. Drengur. Herðu, testa þess. Með maður hægra megin. Það var fullkomið, svo bara, nei, ég ætla að hætta við. Hann bara hætti við. Ég fengi tvöfaldan skolla hérna. Bara out of blue. Gólfið gefur, gólfið tekur. Þá erum við komin á fyrstu hóluna sem okkar 10. hóla. Hún par 4, 337 metrar. En hún er yfir hérna svaka ravine. Eða svaka skurð canyon, eins og ég vil kalla það. Það sem það gerir bara að taka 2 járn eða mínundræður hérna vinstra megin. Allt niður á móti, þannig að koma hann bara eitthvað hérna niður. Þú veist, ef maður myndi vera sérska pin high á pinnan, sérstu svona 230-40 metra högg, þá er það geggja. Vegna þess að grínið er, þú veist, annað höggi grínið er náttúrulega svolítið svona, tekur illa við ef þú ert fyrir ofan það. Geggja að vera á hlið. Þannig við reynum það. Við reynum að negla honum eitthvað niður eftir bara. Með mínundræður. Við erum bara á þessi tré þarna, cirka. Hvað er í gangi? Ég hef gersamlega átt að synk, maður. Við reddum þessu. Þetta er síðustu 2 brautir. Svakalega tökk hérna, ég held, þú veist, 165-170 metrar högg væri fullkomið, sko. Ég ætla bara að taka 6-una, ég er að pæla í hvort ég teka 5-una, en tek bara 6-una. Frekar á stuttur hérna. Pinninni bak við bunker. Æi, sestu bara. Það er nú mikið vinstri. Sestu. Ok. Við erum upp á pút til að bjarga pari. Komum svo. Mér er svo kallt, ég komin í hanska og húfu. Hún var bara Operation Rescue hérna. 54 gráður. Sá hvort við getum kokkað upp eitthvað magic. Gæti verið aðeins svo langur. Kemur ljós. Það er alltaf leið að fá skolla þetta. En ég var alveg til í að fá þetta í, sko. Það væri gaman. Ég ætla að taka aðeins hægra megin í. Ekki mikið. Það þurfti að vera aðeins meira. Ok. We take it. Skollið fínn hérna. Hóla 2 sem er hóla 11 hjá okkur er par 4 upp í móti, Extreme. 260 sá ég okkur skilti. Hún er stutt en hún er mjög tricky, sko. Nefnum þú geim að vera vinstra megin hérna. Búið að vera helviti kallt síðustu brautir, þannig að ég er bara komin í húfu og vellinga. Það er bara winter golf. Hvað er þetta? Drive númer 2 hjá mér, eða 3? Þannig ekki, já. Nei, ég er búinn að taka, þetta er 3. Drive ekki held ég. Kom svo, ná einu góðu. Þessi getur verið sjúllaður. Ekki? Þessi geggar. Bara ánægði líka, ég náði bara högginu mínu, skilur. Smá push draw. Þetta hefnaðist vel. Ég var 50 metra eftir. Ég ætti að taka 60 gráðunar, en ég þori ekki. Ég ætla að taka 54 gráður. Og reyna að kontrólunum einhvern veginn. Bara navigata hérna smá inn á green.
Tósa aðeins í hann. En samt alveg bara, nei, fuck off, djöfull var hann langur. Þvílík vonbrigði. Fórum við í brekkuna. Ég ætla bara að búta þessu. Það bara upp og, nei, niður og upp. Sjáum hvað gerist. Og komdu aðeins til lagri. Ekki slæmt. Ekki slæmt. Allt hepp. Lægist í? Ég mjög léttur á mér, sko. Já. Disappointing par. En par, enga síður. Næsta hol par 3, ég slæ mæli 130 pinna. Pínu, smá breeze sem svona hliðarmót. Ég tek bara 9 á þetta, það bara perfekt. En já, maður svona í hönskum og húu. Það svona svoleiðis stemming, sko. Hérna fínt að vera stuttur. Maður vill ekki vera langur. Hann bara ágætur, aðeins vinstra megin. Stuttur í bunker. Stoppaði! Yes! Flottur. Við upp á bút, coming up. Þetta högg nú bara þess að ég ætla að búta þessu. Gefum svona svaka lipp hérna. Ef ég næði vippunum yfir lippið, það var svo perfekt svona stoppi, skilji. Annars er bara farinn. Þannig ég ætla bara, þú veist, það fyrir að taka 8 úr rúlunum þá tek ég bara búturinn og rúlunum upp, skilji. Með bara aðeins vinstra megin við. Og upp, og keyra, og beygja. Það er aðeins stuttur. Björgum pari. Jæja, hörðu. Ætli hann sé ekki að reyna að svindla sér aðeins til hægri hérna. Þannig að ég ætla bara með svona pingu vinstra megin í hann. Pingu vinstra megin í hann. Og bara beint þangað. Treystu línunni. Ítt honum bara, sko. Þetta var leiðilegur skolli. Jæja, fjórða holun er par 3. Ég fæ 133 í pinna. Þetta var par 4, en húsin hérna, sko, er að fokka okkur upp. Þau stigu inn og voru þreytt á kúlur, slæskúlur í sig. Maður skilur það svo sem. Þannig að það var bara svona skítamix par 3. Let's go. Já, tökum nýjuna. Aftur skalli. Hata skalla, maður. Fór niður bökkar. Já. Hann var að gríni, sko, en þetta er ömurlegt högg. Þetta var ömurlegt. Þá er bara one hell of a boot hérna, coming up. Og veist, broti skiptir náttúrulega engu máli. Þetta er bara lengdin hérna, sko. Ná ágætri lengd. Þá er ég glaður. Fuck off. Það er ekki fæla í, svona eftir á hyggja. Reynum að berga þessu búti, berga þessu pari. Nokkuð beint á. Thank you. Herri, já, þá komum við par 5. 475, ég veit ekki, eitthvað sluðis, ég veit ekki. Já. Hún er erfið þessi. Kemur í smá dogleg hægri. Reyna á dræfinu yfir brekkuna. Það er
best case scenario. Svolítið erfitt fyrir eitthvað sem vill hérna draga hann vegna þess að það lekur allt til vinstri hérna. Það er svo mikið drag. Jöfusins rugl. Sestu. Sestu. Þannig að ógna hann út vinstra megin. Þannig ég er rétt út í hérna. Ég ætla að ná, hvað sem ekkert hérna til grínu, þannig að nú ætla ég bara að taka 5 með járn og bömpurum hérna upp. Þetta er alveg vonuleg staða. Þannig að sjá hvort við náum honum eitthvað hérna áfram. Hann áttur að snarsnúast hérna til vinstri. Miðum hægra megin. Ég náði ekki að hitta hann. Nú er ég svaka högg inn á högg eftir. Það voru basically á staðnum sem ég hefði viljað dræfa það, þannig ég er búinn að tapa einu höggi. Sirka, ef við ætlum að vera neikvæð. Ég held svona 200 metrar í pinna upp í móti, þannig að ég tek bara hérna mínu dræfurinn á þetta og negli eitthvað áfram. Ef ég næ eitthvað upp í brekkana, þá er það flott, sko. Sjá hvað gerist. Miðum á teiginn. Algjörlega sturlað fokkin högg maður. Ég fór það nokkuð í gaurina. Ég veit ekki. Ég sá ekki, þetta var bara, jæja. Heyrðu, já. Þetta var one hell of a högg hjá mér hérna. Ég er bara svo sáttur með við högg 2 sko. Það vera búið að vera birdie. Það er gett. Heyrðu, ég veit ekki alveg hvað þetta er að fara að gera. Ég ætla bara að miða nokkuð beint sko. Ég er aðeins innan fyrir utan í ykkur vissinni en sjá hvað gerist. Full fastur eða eitthvað? Það er skott, hann krækti. Reynum að bjarga pari. Nokkuð bara beint. Yes sir. Já. Það eru næsta valið bara 4. Stutt bara 4 en tricky. Tökum mínu dreifur það. Plassar hann hana fyrir ofan. Þessi er allt of mikið til vinstri maður. Jesus. Ég sá skop. One hell of a högg hérna eftir sko. Ég á 112 pinna. En ef ég tek svona 100 metra högg, 103, þá er ég glaður. Gapetsin er svona cirka 100, 105 eitthvað svoleiðis. En þetta er niður á móti, þannig að, og vatn fyrir framan alltaf, eins og þið vitið. Þetta er svakalegt högg. Ég var alveg til í að feita hann smá, svona stoppið fyrr. Þetta er skemmtilegt högg. Miða vinstra megin, þetta er bara á mitt grýri. Gæti verið bara helviti góður. Rétt náði gríni og feitsnúningurinn bara skaut honum til hægri. Við lifðum af. Pút fyrir fugli. Þetta er upp í móti. Ég er nýbúinn að sjá 2 pút hérna whizzing by. Ég er pínu hræddur að þetta sé frekar hratt. Ég ætla alltaf með aðeins vinstra megin. En ég ætla að reyna að drífa líka. Hefði mátt banka meir í hann. Ég var hræddur eftir að það sé ykkar pút. Reddum þessu. Það er aftur að reyna að bjarga pari. Ég ætla aftur að taka bara nokkuð beint. Og hérna, svona að reyna að brosa bara. Bara svona vilja hann onni. Það var ekki nóg.
Ég ætti að brosa aðeins meira. Skolli. Herra, þá það par 3. Gamla fyrsta hólan. Ég tek svona cirka 110 mælið í 110 í pinnan. Og og náttúrulega mikið niður á móti. Ég torn hvort ég taka gap-edge eða pitching wedge. Gap-edgen 100 metrar kílóa. Ef ég skvís hana, að þetta svo mikið niður á móti, þá þetta mögulega perfect hug. Ég nenni bara ekki svo stuttur, ég nenni samt heldur ekki svo langur. Allar þessar pælingar og meira verða í metselubókinu minni sem ég gef út næstu jól. Tek gap-edge, koma svo! Og það er alvöru hug. Ég að kompressa hann. Ég rosalega ánægður með þetta hug. En ekki vera stuttur, það svo leiðilegt. Púff! Hann á gríni. Allt þetta röfl, það borgaði sig. Beta, ég með smá slæm tíðindi fyrir því. Ja. Það virðist vera mátti ekki vera minni en 1,50 á hæð hérna. Ég er 1,55. 1,50 og ekkert. Og rétt sleppur. Þetta fer í teaserinn ef þetta fer í... Það verður rosalegt. Ja, þetta verður fugli. Þetta er bara þvílíkt upp og svo þvílíkt niður hérna til hægri. Koma svo. Þetta verður besta högg dagsins. Mér langar að fara bara vel hann upp, sko. Cirka svona. Og kottu allan tíman. Ég vil vera líklegur. Það var gott bút. Gott bút, gott par. Jæja, næst síðasta hólan okkar í dag er 416 cirka metra par 5. Við viljum ekki vera hægra megin, þannig að við miðum bara eitthvað upp í landið hérna vinstra megin. Sjáum hvort við náum góðu dræfi. Ég er ekki múin að taka mörg dræf í dag. Ég tók dræf á 4. og 5. Svo tók ég dræf á 11. og par 5 hana. Já, þetta er 5. dræfið mitt í dag. Þannig með því minnsta sem maður tekur á velli, sko. Ekki mikið dræfir á þessum velli, en það er dræfir núna og dræfir næst. Let's go. Ég ætla að fara bara vel vinstra megin, sko. Þetta er alltof mikið vinstri, en ok. Jesus Christ. Létt ræf. Björgu því. Ég er í stórkostlegu vandræðum í þeim skilningi að það er bara 209 eftir að pinna. Pínu niður á móti. Ég gæti reynt við, en ef ég myndi ná yfir skurðinn sem er þarna, þá myndum bara hvort sem er rúlla yfir hinum megin, skilur. Ég myndi aldrei halda hann hana. Býtu, er þetta ekki smá mótari? Smá mótari. Herru, mótari. Kannski helst kúlan. Nei, ég er aldrei að fara að gera það. Ég er að fara að taka bara 8 hérna og leggja upp. Sem er alltaf erfitt að taka svona stutt högg. En ég ætla að gera það. Og meina ég sko erfitt í þeim skilningi að bara, þú veist, maður vill taka lengri killu og reyna að vera nær og eitthvað svona. Ég tek bara 8 og planta honum hann eitthvað niður eftir. Þetta er niður í móti hérna. Algjörlega fullkominn. Tók svona eitthvað hálfhögg. Perfecto. Skynsamur Sigursteinn. Það er algjörlega frábær upplögn með 8. Ég á 54 metra eftir. 54 gráður. Þetta er það sem ég veist erfiðast núna. Þannig nú látum við reyna það aftur. Koma svo. Svo
svona eitthvað. Og sestu. Já! Herra, ég klíndi á klíning. Þetta er þá fyrir fugli. Það var nú gaman að rétta þess skorið af. Hann er að fara svona upp og beygja aðeins til vinstri. Ég ætla að taka aðeins hægra megin í hann. Ekkert mikið, en það er að því það er að gera svo snemma í ferlinu, sko. Yes! Woo! Birdie. Síðast á dagsins, par 4, extreme upp í móti. 270 eitthvað, sagði það. 281. Það var að 7. dræfi í dag. 7. og síðasta. Sjá hvað getum klifrað upp hérna þessa brekku. Þetta er náttúrulega alveg sakaleg brekka. Það er bara vel vinstra megin. Koma svo. Það leiði maður að negla. Herðu, þetta var svolítið skrítið. Er þetta inn á fyrstu börnina? Vá, það er adventure hjá mér, coming up. Ég bara blokkaðist í hausnum á mér. Pínu walk of shame að fara inn á þessa braut, sko. Það er hann að redda þessu. 116 pinna pitching wedge. Ég þarf bara að reyna. Þetta er náttúrulega extreme upp í móti, sko. Ef ég næ fyrir ofan bunker þá er ég rosa glaður. Algjörlega sturla fucking högg. Og sestu. Geggjað högg. Djúpt er ég glaður. Með áhorfendur og allt, sko. Herri, jæja. Herri, við náðum gríninu en það svíur upp í móti hérna. Ég sé nokkra línur í sandinum. Þannig að það er að fara upp og aðeins til vinstri. Koma svo. Aðalmálið upp. Það var ekki alveg nógu gott. Ég fæ að tap in. Ekki taka hérna þennan gaur úr. Ég á ekki skilið neitt meira en skolla eftir þetta uppásök, sko. Jæja, ég veit ekkert hversu mikið ég er yfir, en ég er fullt að hugum yfir, pari. Þetta var skemmtilegur hringur. Svona lala spilumennska, moments of brilliance, ekki sammála því? Jú. Já. En moments of madness líka, svona er það. Herru, takk fyrir að horfa á Svö spila golf. Hittist í lunch.